Hvers vegna ætlar þú að segja nei við nýju æsilögunum í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu? Gjör rétt þolegi órétt. Það liggur fyrir að þessar kröfur Breta og Hollendinga eiga sér ekki lagastoð. Þetta eru allir orðnir sammála. Það liggur fyrir. Þetta var útgangspunktur íslensku samninganefndarinnar í viðræðum við Breta og Hollendinga. Það eru sem sé að hafðar uppi ólögvarðar kröfur á hendur íslensku þjóðinni. Og smá þjóð eins og Ísland verður alltaf að gæta réttar síns. Og sterkasta vörn smáþjóðar í viðureign við stórþjóðir, alveg sérlega í Evrópu, og verður alltaf að standa fast á rétti sínum. Og rétturinn okkar megin. Þjóðin á ekki að borga einkaskuldir. Þetta svona einfalt. Og núna stöndum við frammi fyrir því þann 9. apríl að ganga að kjörborði og ég ætla að segja nei vegna þess að íslenska þjóðin, hún á að standa á rétti sínum. Hún á að senda þessi sterku skilaboð til heimsbyggðarinnar að hún láti ekki beygja sig og b. að almenningur hvar sem í veröldinni á ekki að sitja uppi með skuldir spilltra bankamanna. Þetta grundvallaratriði og sérðu fyrir þér skilaboðin sem sendum veröldinni ef að við berum gæfu til að segja nei. Og hvað gerist ef við segjum nei? Það gerist ekki neitt annað en það að við fylgjum í raun og veru, má ég segja, lögmálum siðaðra þjóða. Og það það að ef það uppi ágreiningur, þá segjum við vinnu okkar í Bretlandi og í Hollandi, ef þið teljið ykkur eiga kröfu á hendur okkur Íslendingum, þá að sjálfsögðu látum við skera það fyrir þar til bærum dómstólum. Þar til bærum dómstólum og þetta grundvallaratriði í mínum huga. Ég vil fara að lögum og ég vil að þjóðin standi á rétti sínum. Við höfum gert það, við gerðum það alla 20. öldina. Við risum upp, við brutumst úr fátækt til velsældar, við unnum sjálfstæði okkar, við unnum landhelgina og við stóðum alltaf hnarreist frammi fyrir evrópsku ofbeldi sem við höfum alltaf í gegnum aldirnar þurft að sæta. Og það ofboðslega mikilvægt að við sem núna berum ábyrgð frammi fyrir komandi kynslóðum að við stöndum í lappirnar og segjum nei.